Við hafum göngu sína þennan drottinn stýrðardaginn og þetta loksins venjulegu föstudagur því að það eru 2 grjótharðir og 1 dúnmjúkur með ykkur þennan föstudaginn, Auður Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior. Djöfull gott að vera komin aftur í stúdíóið. Veit ég hvað, fyrir utan afmælisþáttinn og það voru náttúrulega svo margir, þetta í fyrsta sinn í 3 mánuði sem við erum bara með venjulegan þátt. Það? Já. 3 mánuði? Það sem við erum bara 3 félagar. Þú yfirgast okkur allt og lengi. Anskotin. Fyrir hreinan skjöld. En ég er mættur aftur. Þú ert mættur. Ég er mættur aftur og ég er Hlýddu til leiks. í rosalegum gír. Já. Ég er í hættulegum gír. Það reyndar eins og hafi ekki sofið í viku. Já. En það verður bara að hafa það. Já, maður lítur alltaf hálf ill út eftir svona tökur. Mér stöði þetta mjög vel út. Já, ég veit ekki henni það. Það er bara þetta hárinn og svona. Þú lítur mjög vel út. Já, takk fyrir það, strákar mínir, takk fyrir það. Ógreiddur og... Bara mjög sætur. Bara, þú veist, ég er bara svona eins og ég er alltaf. Já. Ógreiddur með allt lóðrétt niður yfir. Bara geggja sætur. Bara glæsilegur. Eins og alltaf. Mín skoðun, geggja sætur. Geggja, er hann ekki geggt? Gilshöfðinginn hefur talað. Gett sætur. G-E-G-T, geggt. Exo á það, fyrir allan peningin. En, já, Steindi frillandi fínt. Hvernig ert þú, Egill? Eins og nýr. Eins og nýr. Aldrei verið betri kannski, eða? Ég hef ekki verið betri held ég. Þú hefur ekki verið betri núna? Nei. Og sér það á honum. Það er að koma DS. Já. Jólagils dettin. Já, við eigum það svolítið sammeilegt ég og Egill. Við erum jólaböld. Nei, Egill ekkert jólabarn. Nú? Já, hann gerir ekki annað en að rakka mig niður fyrir hvað ég mikið jólabarn. Herðu, þú varst að segja, rétt áður við byrjum þáttinn, það ekki sens að ég ætla að spila einhver jólalög hérna. Já, það að þið ekki komin desember. Ég væri til í 2-3 jólalög. Það? Ef ég mætti ráða. Málið flest jólalög eru leiðinleg. Snjókott falla, strákar. Já, við setja eitthvað, þá það kannski snjókvæmt, eða bara jólin, FM 95 blöð. Já, hvernig væri það? Já, til dæmis. Setja það kannski eftir. En, já, við erum með rosalega þáttandekur í dag, kæri hlustendur. Ég veit að það eru margir hlustendur núna að læra próf. Já. Og ég hef búin að fá bæði á Twitternum að fólk að segja að fara að læra próf og ætlar að kvíla sig í 2 tíma með FM 95 blöðar. Eðlilega. Og við verðum að delivera, drengis. Já. Þetta eru erfiði tíma fyrir fullt af fólki á núti. Já. Og það þarf núna 2 klukkutíma þar sem það getur bara speysað út. Já, nú einmitt að vera, þau vera sko, fólk að taka sér frí frá lærdómnum sennilega. Já. Búið að stilla okkur. Já. Það búið að koma sér vel fyrir og nú bara verið að stóla á. Jafnvel búin að opna eitt kaldan. Já, ég myndi ekki dæma það. Það er samt sko smá hætta. Fólk á ekki mikið verið að vöka sig það í prófum sko. Nei, en það er samt alltaf lægi að fá sér 1-2. Ég held að segja. Ef þú ert að prófa þriðjudaginn, þá gef ég grænt ljós og helli í þig. Já, sko, er það ekki tæft? Nei, menn ef þú ert á þriðjudaginn. Já, sko, ég minna að segja, þóttu verið prófa mánudegi. Mér finnst alltaf lægi að fá sér sko 4-5. Bara svona aðeins. Ekki slefandi. Borða svo og fá sér svo svona 6-7. Já, bara. Og svo prófa. Já, þú veist, 4-5 og 3 staup. Lenda þar? Ég myndi ekki dæma það. Nei, ekki myndi ég dæma það. Taka bara, þú veist, taka Arna Gunnlaug Áksson á þetta og Gilsarinn á þetta. Ekki Rikka G, sopnaður og austur kl. 1:30 ofurölvi. Egill, ekki líka þér aftur á minni vakt við Arna Gunnlaug Áksson þegar kemur að drykju. Því að þið eru svart og hvít. Menn hann með hvítvín, þá ert þú með vodka Red Bull í æð og endan er svo planta einhverjum út í hodni. Ég hef nú aldrei séð hann Rikka G bara eftir miðnætti þegar hann er að fá sér. Rikki greið, hann er með sko við þóla við 5 ára krakk. Hann kann ekki fara með vín. Nei, ég sé hann hefur orðið fullur af malti. Já, með bumbun og lavand úti og svona hneft frá í miðjunni. Hann á ekki að drekka sko. En við erum með veistluvandingu, kæru hlustundir. Það sem við ætlum að gera í dag er að fara bara í einn af því að það er svona orginal. Bara einn gamlan og góðan orginal FM 95 blöð. Það er myndir fyrir cash. Við erum með sturlaða staðarindir. Herðu, sko, við erum ekki bara með þær. Ertu með augljósar? Það er búið að hendi í augljósar. Nei, bara, sko, þú veist, er það ekki lægi? Það hefur ekki verið lengi. Nei, og mér er það bara verið að koma tími til. Fólk er í prófum. Við ætlum nú í einn orginal þátt. Já, ég segi það og bara fólk er í prófum og svona. Það er nú aðeins að ég er mjög ánægð með þetta. Þú ert líka með íslensk slúður. Það er brakandi fest í þetta skipti. Ég er náttúrulega búin að fá bara hrikalega mikið sko búið að rignin, postum og skilabóðum. Getur þú gefið okkur vísbendingu einhvern sem er í slúðunum í dag? Já, ég geti gert það. Já, það kannski beðið fremst að nefna. Það er ásatíð töframanna var haldin í síðustu helgi. Og hver er? Það er bara, ég ætla ekki að gefa mikið upp en það er brakandi fest í dag. Farðu varlega samt með það, þú veist alveg hvað ég meina. Já, ég fer mjög varlega með þetta. Svo er hérna íslensk slúður, það er spurt og svaraði ekki Egill, sé hérna. Já, út af því að Egill krótar alltaf einu handritið mitt, af því að veit ég setja ekki, setja bara hérna spurt og svaraði. Hann er búin að henda því. Já, við verðum að hafa það. Og
Svo ætlum við líka í hvort myndur frekar ásamt því að ég Steindi vilja ég leiki hérna Ægir Kjellsteð í símtali. Já, sem er nýr karakter þú náttúrulega, sko, við verðum að koma að sinna það. Þú ert náttúrulega að leika, sko, aðalhlutverk í fyrsta þættinum að hreinu skildi. Á sunnudaginn. Já. Förum betur yfir þá eftir þegar ég tek þetta símtal fyrir þig. Þú vilt sem að ég ringi eitthvað út í bæ sem Ægir Kjellsteð. Og notar frasana sem Ægir notar. Já, hvað er að frella og pjallaðin og eitthvað. Hvað er að frella og pjallaðin? Það er þessi frasi. Já, tökum þá eftir. En eitt annað, ætlum við ekki myndur fyrir cash? Jú, myndur fyrir cash, þetta bara réttandi á hodni. Ok, ég ætla að segja. Og ég segja þér annað, sem að þú eru mjög ánægði með. Kota mér óvart. Þið eru að hlusta á FM 957 og já, við erum mættir hérna félagarnir í FM 95 blöð. Það eru Auðun Blöndal, Egill Gils Einarsson og Steindi June. Ég er mættur afturstrákar til 3 mánaða pásu. Já, æðislegt að fá þig. Hrikalega fínt að vera að koma. Hvað er búin að sakna þér? Já, þetta er minn vettvangur. Það er svo góð nærvera hérna og ég ætla nú ekki að ljúga að áhörundum. Ég er komið með ég er búin að opna einn jólabjór. Nei, hlustendum. Já, það er bannað að dæma þig. Þú ert með frumsýningapartí í kvöld. Það er mátt fá þér einn. Það er hár rétt. Einn jólabjór. Ég gef leif á það. Já, takk. En það er komin tími á slúður, ekki íslenskt heldur erlend. Og já, ég lofaði Macaulay Culkin fyrir þetta. Áður við fórum hérna í lagan. Ég ætla að byrja hins vegar á Scott Stapp. Ok, það er bara mannáungi sem ég veit ekki hver er. Nei, veist þú hver það er Egill? Hvað sagði hendi? Scott Stapp, en kannski svona þekktastu fyrir að vera söngvari Creed. Já, þeir eru hljómsveit drengir. Já, hann er búin að heyra þessu. Sko, það er eitt að vera í ruglinu. Hann er komin, ég veit ekki hvað skal kalla. Hérna, hann er farinn, gjörsamlega greið. Hann heyri raddir, hann er orðinn heimilislaus, hann er búin að missa konuna sína. Drekka frá sér allt, konunans Jesselyn Stapp, hún er búin að fara fram á skilna og hún segir hér við TMZ að hann heyri raddir. Það sést líka bara einhvern veginn í andlitinu á hann að hann er farinn. Já, og svo er hann líka sko... Maður hefði nú getað að gefa sér þetta leið og maður heyrið hann í Creed þarna á sínu tíma sko. Já, en sko málið er ástæðan fyrir hann heyri raddir. Hérna sko, konan hans er fyrirvæðandi essens að hún er náttúrulega ennþá konan sem er búin að segja skilna og hún er að opna sig, veit ég hvað hann er búin að vera svona upp á síðkastin. Hann er búin að vera að henda í sig sterum, weed. Já, hvernig sterum er þetta? Kókain. Anadrol. Kók. Hendi sér alvöru stöfi. PCP, Special K, hvað, ég þekki þetta ekki eins og Crystal Meth. Special K, er það ekki morgunkotnið? Býtu, er hann búin að vera Crystal Meth? Hann er komin alveg bara, hann er komin á dæluna. Hann er bara með það sig. Já. Hættan er venjulegu korfis og hendur sér í Special K. Special K. Já, það hlýtur að vera eitthvað eiturlif. En hvað hérna, þegar þú ert komin í Crystal Methið, hérna, Steindi, er það ekki bara lokastuðin? Þú ert allir í þessu. Ég allur í þessu. Ég get alltaf að lofa því að það var að henda þessu í kokteil og við myndum allir taka eitt sopa á honum, þá myndum við sennilega að deyja. Já, allavega að byrja að heyra raddir. Allavega að heyra raddir. Ég dæma ekkert fyrir að heyra þessar raddir eftir þetta. Þetta er rosa geisla kallinn. En í Breaking Bad, það var Crystal Meth sem hann var að vinna aðalega með þar meistarinn ekki. Hárrétt þér. Fólk var svolítið svona fókt upp í framan eftir að Já, hann er líka nýjasta myndin hérna á hann og þá er hann gjörsamlega farinn í andlitinu gallinn sko. Þetta er synd því að ljótt að segja, þá var ég alltaf að bíða eftir Creed comebackið. Þú varst mikill Creed maður. Ég var engin Creed maður. Ég skil ekki þegar menn þurfa að syngja svona. Ég ætla að hendi eitt Creed lag á eftir. Ekki gera það. Já, ég stið Scott Stapp. Hann er heimilislegs og hann er búin að henda þetta inn einhver reikning. Ég ætla að leggja inn á hann. Já, ok. Hann er bara fólk að leggja inn á sig. Eigum við kannski að safna fyrir hann? Já, ég er til. Hvernig væri það? Ég vil henda í jólasöfnun FM 95 blöð fyrir Scott Stapp söngvara Creed. Já, bara 50 kall, 50-100 kall, eitthvað svona allt telur sko. Ég ætla að tala bara við einhvern banka núna mánudaginn. Við förum í þessu söfnun. En málið er, ég elska að gera góðverk sko. En ég vil samt vera vissum að Monni sé að fara á réttan stað sko. Með að myndina sem ég er að sjá hérna, einn og einasta króna sem þið millifannum hennar mestan að vera í heroin sko. Og þú veist, ef ég myndi virkilega trúa því að myndi allar fara að rífa sig í gang og gera það sig. Nei, sko, honum vantar ekki pening fyrir heroin, hann er að tala hérna, honum vantar svo hann geti hérna búið eitthvað starf. Já, hvað myndir þú segja að þú verið dópistu og vantaði peningur í heroinni? Myndir þú segja að vantar peningur í heroinni? Getur myndir það á með það? Nei, ég myndi segja að þetta er fyrir heimili. Já. Við getum kannski bara að safna fyrir heroinni. Það sjá allir í gegnum þetta. Strax. Já, ég bara hjálpum Scott Stapp, verð ekki eiginlega þessu söfnum. Já, ok. Já, reynum að hjálpa hann. Við erum að safna þessu Scott Stapp. Allavega getum trýta hann þá, meiri gúmmilæði. Talandum dæluna, þá ætlum ég að fara yfir í næsta slúður og það er Macaulay Culkin. Það er Macaulay Culkin. Við erum svona Steindi Junior. Það er að frétta kallinum. Sko, þeir eru búin að vera í svona nettu ganni stríði. Hann og Ryan Gosling, sem er mjög skemmtilegt. Þetta byrjaði þannig að Ryan Gosling var í hvítum ból með mynd af Macaulay Culkin
Culkin frá því að Home Alone dögum sínum framan á. Já, ég man eftir, við fórum yfir það. Já, Macaulay Culkin svaraði. Já, einmitt. Hann fór í ból af Ryan Gosling í ból af sér. Ryan Gosling svaraði aftur og fór í ból af sér í ból af Macaulay Culkin í ból af sér. Og nú Macaulay Culkin búinn að svara aftur. Já. Og það semst komin fjórða myndin hann, það núna mynd af Ryan Gosling í ból af sér. Já. Nei, sko, þetta er orðið oflókið, sko, þetta er hann í ból af, En byrju, ég skil samt ekki einu, ég næði ekki alveg. Af hverju Ryan Gosling eiginlega að taka þátt í þessu? Eða svona... Hún veist það bara, finnst ekki Hún veist það skemmtilegt, já. Ertu alltaf að biðja slúður Macaulay Culkin og ert svo ekki Macaulay eða? Jó, nei, ég bara held að, ég Macaulay bara á internetinu og svona, ég held að vera á dælunni. Hann er virkur á samskiptamilum. Ég var að leita á hann með daginn á Instagram, ég held að sé ekki á Instagram. Nei, ég fann hann ekki á Instagram, ég er búin að leita á hann helengi. Þú fannst ekki sem með eitthvað 1000 manns eða eitthvað? Já, það var bara eitthvað að þykjast vera hann. Já, ég ætla að vona það. En strafgar, akkur ekki frekar að setja í sjóð fyrir hann í staðin fyrir krítgæðan? Getur ekki gert eitthvað fyrir... Það fyrir beint í heroin, sko. Já, ég segi það, þetta fer allt í heroin. Akkur ekki frekar að trýta Macaulay Culkin og ég myndi frekar vel að gefa honum heroin eftir einhvern sem krít. Stopp er heimilislaust, Macaulay Culkin er með fínasta íbúð. Hvað fær Culkin cash? Home Alone. Ennþá? Hvernig þá? Þetta var ekki smá mynd. Já, eftir hann að það gáðar þegar hann var 6 ára samið þannig, ég ætla að fá cash sko einasta ár hérna sem eftir ræðina. Ég veit það ekki. Það fekk bara $500,000 fyrir. Ég veit kaupa þessu manni heroin. Peningurinn er löngu búinn, lofaði því sko. Herru, þetta var allavega slúðupakki dagsins. Hér strax eftir... Virkilega, góða pakki, Já, var hann ekki fint það? Ég hefði viljað Miley, ég veit ekki hana. Já, ég hefði viljað Wesley Snipes líka. Hún er að deyta Patrick Schwarzenegger. Hæ? Hún er byrjuð með gæja. Nei. Patrick Schwarzenegger, son Arnold Schwarzenegger. Þetta er að því ég var úti. Hver er þetta? Kim Kardashian? Miley Cyrus er byrjuð með Patrick Schwarzenegger. Hún vil meina að sé svo vélminn í rúminu. Það er orðrétt hérna á okkur vili. Er þetta sonur Arnold? Já. Ég geti trúið. Þannig að hún er að fara að hitta Tengdó. Það er Arnold Schwarzenegger. Þetta kottan, kæru hlustendur. Vantar fleiri klukkutíma í daginn hjá þér? Við spörum þér sporin. Farðu inn á aha.is, veldu matinn og við sendum hann til þín. aha.is, tilboð, verslun og veitingar. Bacardi fimmtudagar á Lavabarnum, Mojito og fleiri koktelar á 1000 krónur. Yellow Boots, Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Lína Langsokkur og vinir hennar tendra ljósin á jólatrénu á laugardaginn 3:30. Kringlan af öllu hjarta. Kaffi Grensás er með frábær tilboð. Fáðu ljúffenga tómtómi pítsu með 4 áleggstegundum og hálfum lítra af gosi á aðeins 1000 krónur. Kaffi Grensás, Grensásvegi 26, sími 5535123. Hefur þú smakað Diet Pro Meal? Líkam og lífstíl, Kópavogi, líkamoghlífstíl.is. Þú fær Q-breiðhjól, aukaluti og reiðhjólafatnað hjá Thierry Verslun, Suðurlandsbraut 32, thierry.is. Gekk ég niður Laugaveg að kaupa eina Apple-gjöf. Sagði svo og spurði svo, hvar á hún heima? Gjöfin er í Makklandi, Makklandi, Makklandi. Gjöfin er í Makklandi, Makklandinu góða. Ekta grillaður hambúrgari beint í bílinn. Dirty Burger and Ribs, beint á móti Kringlunni. Nýjar vörur í hverri viku. FNF, tískuruverslun Kringlunni. FM 95 Blöð. Alla föstudaga. FM 957, 28. nóvember, klukkan 16:22. Sko það er fyrst í aðvent á sunnudaginn, spáði því. Já, þetta er að detta inn sko. Það er svo fljótt að líða maður. Ég ætla að vera að snemma í þessum jólagjöfum í ár. Já, ég segi þetta endur alltaf, svo er ég alltaf á síðasta snurning. Ég er alltaf mættur í Kringluna 22. En sko ég hef nefnilega verið sko í mörg ár með svolítið allt lóðrétt niður með þegar kemur á sín jólagjöfum. Já, skrítið, eins og þú ert nú alltaf tímalega í öllu. Sko, eins og ég hitti fyrra, þá gaf ég pappa mínum leðurbuxur og Shaquille O'Neal. Gafstu pappa þínum leðurbuxur? Já, og DVD-mynd með Shaquille O'Neal. Þetta gerist það því að maður er að gera þetta á Þorláksmessu. Hvar keyptir þú leðurbuxur handa pappa? Ég sá þetta bara svona eitthvað flip í slúst í maður. Hefur pappiðin notað þér? Nei. Segðu það? Nei, hann hefur notað þér. Hann er ekkert í leðurbuxum. Já, ég ætla bara að vera hreinskilinn. Ég hef búin að fá mig 2-3 og það var Þorláksmessa og ég ætlaði eitthvað svona að tækla þetta á klukkutíma og
Ég ætla bara að vera snemmi í þessi ár. Veistu það, ef að pappi ég myndi hitta pappa hann var í leðurbuxum, ég myndi beða hann að fara heim og skipta þér. Já, ég myndi gera það saman. Það er rosalega grá eitthvað í því. En það var svona mynd. Já, en ef þú Bubbi Mortens á það. En ég veit að pappi horfði á DFT-myndina. Það var Shaquille O'Neal að leika einhvern anda. Ég man ekki alveg hvað hún heitir. Kasim eða eitthvað svona. Jú, þessi með leðilega jólagjafir. Leðurbuxur og Kasim. En það komið að dagskrárliði sem heitir Mynduru. Halló, heyrið mér eða? Já, ég heyri mjög vel þér. Það sem heitir Mynduru fyrir cash. Og það komið að push the button. Já, ég veit ekki með það hvort þeir alltaf að vera með. Það komið trailer fyrir það. Hefur ekki heyrt hann? Ég hef ekki heyrt hann. Hefur ekki heyrt trailerum? Ég búinn að vera í pásu. Bara ít á takk strax. Spennt á þig beltin þegar nú bara. Það bara kom alltaf Egil, hann kom inn alltaf inn óvart. Sæðist að það er búinn að gera trailer fyrir Mynduru fyrir cash. Mjög ánægð með hann. Já, viltu heyra versta trailer of all time? Alveg bara ít á takk strax. Já, tjekkaðu. Would you like to have pockets full of kids? 90 sekundum á Ég táraðist úr hláturinn maður. Ég náttúrulega ekki heyrt hann. Ég að fá það svo beint í æðina. Hlustendur náttúrulega búin að heyra hann 8 sinnum. Já, ég bara öfund að hlustendur. Þetta æðislegu trailer. Hann ef eitthvað hann nóg stuttur. Já, einmitt. Ég vil hafa trailer fyrir allt. Já, það verður að vera trailer. Bara dagskrárliður, trailer. Já, við þurfum að ramma þessa dagskrárliðin. En það eins og þið heyrðu, kæri hlustendur, komið að Mynduru fyrir cash. Það var æðislegt. Mynduru fyrir peninga, svo ég kalla nú liðin. Og já, það gaman að fá Steindi aftur inn. Það reyndar einn maður sem var jafn ódýr og þú í þessu og það var Hjöppi K í jólaþættinum. Hann sagði já við öllu. Nú? Já, Hjöppi var það greinlega pening. Já, ég hef nú samt ekki verið það ódýr. Nei, reyndar. Er það nokkuð? Nei, svona. Nei, bara. Fyrsta spurning. Ég ætla ekki að spá neitt í þessu, ég ætla að tæma hugan. Já, tæma bara hugan og komdu bara feskur á borðinu. Það getur verið að spája hvað þú gert hingað til. Ok. Fyrsta spurning. Ef þið fengið 200 skall fyrir hvern dag en þið þyrftuð að byrja daginn á því að míga á ykkur og vera þannig allan daginn, hvað myndið þið taka marga daga og myndið þið taka 1 dag til að byrja með? Dagurinn byrjað þannig að þú pissar í þig. Getur maður bara verið heima á sér? Pissublautur? Nei, þú vart að vinna þinn vinnudag. Eina sem ég er að spá í þessu er sviði. Það getur sviði heldur mikið. Já, þú náttúrulega þekkir það. Nei, þú veist, bara gefinn, svo getur fengið söðusár og pissar í mikið. Pissaði þú í þig fram á aldur? Nei, alls ekki. Hvað, akkur? Rólegur? Spurðu Egil líka. Hvað ára sér þetta? Það var stóla mjög að skýta þetta í fermingunni bara. Það er þú svo tökst þig, það er eitthvað til í þessu. Þekkir sviðan? Alls ekki. Maður hefur kannski, nei. Ok, en hvað myndið þið gera, drengir? 200 skatt fyrir hvern dag myndið þið... Ég mígi í mig. Já, í byrjun dag svo er það verið þannig að þú ferð að sofa. Ok, og þarf ég að míga aftur í mig daginn eftir? Já, til þess að fá annan 200 skatt. Það er að byrja allan daginn á að míga á mig? Já. Ok. En svo í dag, nú ert í útvarpinu og svona, þú hefur alveg getað gert það í dag og sloppið með það. Ekki það að við myndum sjá þetta núna og allir með í vinnu. Ég var alveg svörtum buxum og sést ekkert vel og gráum buxum er þetta hræðilegt, en í svörtum buxum, þá sést ekkert endilega vel og mýið í þig. Hvernig buxum? Þú talaðir ekkert það, þannig ég getur verið í svörtum buxum. Hvað myndi taka marga dag? 200 skall á dag, fyrir bara að míga í sig. Þetta sangja? Sko, Þetta þotnar eftir svona klukkutíma 1,5. Ég var einmitt að spá í því, svo getur maður bara úða á sér rakspyrir. Já, þetta er bara óþælt fyrst. Er það ekki? Það hlýtur að vera hægt. Það er bara lyktina. Já, maður getur alveg kitt sér nú. Já, ég var bara að spá í því, sko. Ok. Því að, sko, lyktin þotnar. Svo getur maður tekið bara, þú veist, svartan Armani og rest. Já, en þið ég þarf að fara að fá... Svör, já, ég ætla, ég get, sko, já, ég myndi... Vá, ég held ég geti tekið bara... 2 ár. Ég veistu hvað, ég held að það að segja 2 vikur. Myndur míga í þig og vera þannig alla dag í 2 ár. Býttu, leið mér að hugsa þetta. Ég ætla að hugsa þetta aftur. Býttu, var ég að hlaupa á mig? Mér er 200 skall á dag í 2 ár. Það voru búin að eyðileggja eitthvað potið. Eins og þú segir með sviðan og eitthvað. Þetta getur ekki verið holdt. Egil, en þú? Ok, ég ætla að breyti 4 mánuði. Ég held þetta ekki 10 daga. 10 daga? 10 daga? Já, myndir maður ekki þrauka meira en það. Það fæ ég 2 kúlur og sáttur. Herru, ég ætla að taka 2 ár. Hækka þetta aðeins, 10 daga. Egil tók 10 daga. Egil tæki mánuð, ég tæki 4. Jæja, ok. Þá var næsta. Góð lending. Nú spyr ég ykkur drengir, mættið þið kýla ykkur eins fast og ég geti í magan fyrir 80.000? Já, alveg bara staðfest. Elskar að láta kýla þig? Nei, ég mætti kýla eins fast og ég geti í magan fyrir 80.000. Já, ég meina, þú veist,
Ég er að spá Við getum þetta bara hendi í söfn Ég er að spá að milli fara á blöðum Ætti maður að vona okkur innvortisblæðingum á vesenni eða? Nei Hversu fast er þetta? Hversu högg eins og fast og hann getur Já, en menn að keppa í boxi En er þetta ekki bara sárt í Hann er ekki flókið að hendi söfnu verið þetta Ég fengi að kreppa náttúrulega magavöðana Þeir eru að einhvers stað Við söfnum, þetta er YouTube-vídeó sem verður sett á netið Við ætlum að safna við 80 Mér finnst ég vera helviti ódýrinn Hefur þú ekki sagt já við þessu? Ég hef sagt bara nei, mér finnst þetta klink Já, en hvað myndir þú, en þetta er eitt högg? Þetta er fýtt Þetta er fýtt peningur fyrir eitt högg, þetta er bara Geðveikur eitt, þú talar alltaf eins og setja einhverja þryggja þetta villu bara Þér verður illt í maganum í 5 minútur Já, býðið sko bögur 75 fermetrum, þú veitir ekkert af 80 Já, þetta er reyndar sko Svo myndir maður kannski gugna þegar honum var komst Ég held að ég myndi gera þetta frá síðan Ég veit ekki Segjum 100 kall og málið Nei, þú sagði já ok, já Við erum að fara hendi í söfnun, það er bara þannig Þá er það síðasta, drengir, myndið vera 100 í mánuð fyrir 5 miljónir 100 í mánuð Myndi fólk vita að maður væri 100 Það er mitt sem ég var að hugsa Af því að það myndi setja strik Já, það er gott í rauninni Af því að þú myndi vita að ég væri eitthvað púðluhundur Þá myndi þú fara að rekja mig Nei, en sko, spáðu hvað þetta er líka vond Þú ert með fjölskyldu og þú veit ekkert hvað þú ert Nei, já, ég mætti ekki segja ég væri færi Ég farin eitthvað að vera 100 í mánuð Já, því þau myndi trúa því Þú veist, ég minna Bara herri, ég farin eitthvað að vera 100 í mánuð Ég minna, þetta Það myndi enginn vita, allt er bara orðin 100 Þannig að þú ert basically tindur í mánuð Já, en maður kemur tilbaka með 5 miljónir Já Væri maður á okkur fínu heimili allavega? Ertu bara flækingshundur? Fær maður ekkert að borða það neitt? Þetta getur verið vesen sko Ég ætla að segja já við þessu Steindi, þú færði alveg að borða Já, þetta er strax já Þetta er strax já 5 miljónir fyrir að vera hund, það er bara spennandi Spennandi verkefni Það er erfitt að hverfa samt í mánuð sko Já, frá family og svona Það er svona einhvern veginn hausagurinn alltaf Ég veit það Myndur þú ekki reyna bara að vera svolítið í kringum íbúðuna hjá Sigrún og þeim? Ég myndi örgulega reyna að klóra svona í hurðina og vera svona að sjá þig aðeins og reyna að segja þetta er ég Já, ég myndi kannski ekki reyna það en ég, þá væri ég bara geltandi á þig en ég myndi Sigrún skítrætt og þetta reyna að segja þetta er ég Hver hundur kom Svo myndi maður, það væri náttúrulega bara algjör veisla þegar maður kemur aftur með 5 kúlur og góða sögu Virkilega góða sögu, maður lendir í ýmsu náttúrulega sem hundur Ég held ég verða aldrei sem vant segja nei við öllu spurningunum í dag Nei við öllum? Steindi sagði já við öllum Já, mér fannst eins og ég væri í ódýrari kanturum í núna í dag Þetta var myndur fyrir cash Ég er með spurningu handa þér, það er alltaf einn spurning fyrir því í lokin Já, þær eru samt alltaf eitthvað á gráu svæði Alls ekki, það er bara þessi spurning Hún, þetta er meira þess að erfi spurning Hugsaðu þið vel Myndur þú stara á getnaðalim í klukkutíma fyrir 40 skall? Hvað eiga hraðskreiðasti bíllinn, hraðskreiðasta þotan og hraðskreiðasta dýrið sameiginlegt með ljósleiðarunum? Vertu með öflugustu nettengingu sem völ er á. Alla leið inn til þín. Pantaðu núna á ljósleiðarinn.is. Túborg kynnir útgáfutónleikar Amabadama í Gamla bíó í 50. 18. desember. Forsálamiða er hafinn á miði.is. Explode Hardcore, líklega besta pre-workout í heimi. Líkam og lífstíl, Kópavogi, líkamolífstíl.is. Við kynnum til sögunar The Governor, American Style. American Style. Keep calm, eat sushi. Like a boss. Like a boss, yes. Sushi barinn. Stattu traustum fótum með Timberland. Timberland Laugavegi, Timberland Kringlunni. Ísveisla á Kaffi Grensás 30% afsláttur. Mikið úrval bragðtegunda á ljúffengum ískúlum. Kaffi Grensás, Grensásvegi 26. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Vertu flott í þinni stærð. Jólakjólanir eru komnir í Körfi. Körfi.is, Fákafinni 9. Vorum að umbotta nokkrum velvöldum miljónum í lottóinu. Svo það er að gera að vera með. Lifðu þér smá lottó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Hvað er að frétta, elsku hlustendur þegar hlusta á FM 95 Blöð? Hér á FM 957, það er Steindi June Gils og þetta er Blöð með ykkur á þessum frábæra degi. Loksins orginal þáttur. Orginal þáttur, þetta er orginal þátturinn, klukkan er 20:05 og það er komið að sturluðum starðum. Já, það er rétt, takk fyrir það Steindi og takk fyrir skemmtileg innkomin. Ekki? Jó,
og engu glemt. Akkurat. Við ætlum að fara hér í sturlaðar staðreyndir og fyrsta sturlaða staðreind dagsins kemur hér. Eru þær vel sturlaðar í dag? Já, það eru nokkuð skemmtilegar. Ok. Þó ég segi sjálfur frá. Fyrsta er hérna. Sníill fær nýtt auga ef hann missir annað. Ef hann missir auga, fara nýtt. Eða ef hann verður blindur, þá kemur líka nýtt auga. Já. Þetta er bölvaða lúksus á sniglinum hann. Það er veistla. Ég held að sníill sé sennilega eitt að síðasta dýr sem ég var til að vera í heiminum. Grær vel. Já, en nákvæmlega, það grær vel. Hann er hægur en grær. Já, en svolítið óstöðandi einhvern veginn. Hann er hægur en svolítið óstöðandi. Já, þetta væri æðislegt ef þetta væri nú bara hjá okkur mannfólkinu líka. Já. Mútið fá nýtt auga ef ok, svo er það næsta. Flestar arbeigur sem hafa verið teknar á einum degi eru 46.001. Wow. Einhver snillingur sem ákvæða taka 46.000 og svo einni betur. Það eru frekar leðilega dagur. Wow. Nú ert þú líkansrækta þjálfari, enga þjálfari. Hvað er maður lengi að taka 46.000 arbeigur? Það sé bara allan daginn. Já, fyrir allan daginn í þetta. Við tekið 100 og kvilts í hálfa myndu og haldið áfram. Já. En þetta er greiðlega bara villisingur sko. Hvað getur villisingur með heimsmet samt? Hvað getur þið tekið margar arbeigur? Hafið þið talið það? Nei, bara á þess að kvíla? Já. Nei, ég aldrei tjekka það. Haldið þið getið tekið 100? Já. 100, Jésús. Ég er ekkert vissum að þú getið tekið 10 eins og. Jó, ég held að ég getið tekið hann leynir á sér. Já, á hörkunni og þrjóskunni, ég held ég myndi taka 50. Fara aðeins niður. Núna? Já. Nei. Maður sjá að taka 10. Alls ekki. Því þá bara fer maður að svitna og svona og móður og. Heldur sveittur og móður eftir 10? Ég held að náðu 10. Ég ætla ekki að taka arbeigur á gólfinu. Ekki gleymi því. Ég get tekið vídeo bara. Það er ekkert vesinn. Við getum hendið þetta í vídeo. Taka 10 arbeigur? Já, það er ekkert vesinn. Teljið upp á. En þú verður að setja alveg niður í gólf. En ef máli ef bumban fyrir í gólfið, þá er þetta svo stutt treyfing. Þú verður að fara með kassan í gólf. Já, kassan í gólf. Já, upp með rass. Já, ok. 1 2 Sko, þetta er 3 4, þetta er hann þreyttur. 5, þetta er nú nokkuð vel gert. 6 Segðu hann þreyttur. 7 8 9 Eldrauður í frá. Hvað er það ykkur? Ok, ég geti tekið á því. Herru, það er ekki séns að þið geti tekið 100. Ég lofa ykkur, það er ekki séns. Þú ert ræðar en styrta Þetta var erfið en ég held. Þú ert eins og tómat. Já, herru, ég sé líka sko hérna með svimar. Ég er ekki grínast ykkur með svimar eftir þetta. Vá, stjórn þetta er dóið. Það er ekki bara erfiðast aðeins svo tekið ég marg áður. Ég æði ekki. Óþólandi ég náði að plata mig í svona hérna. Þetta er bara búin að skemma kvöldi fyrir manni með svimar allir. Ég er stolt. Herru, hérna Ekkert. þið geta ekki tekið 100, ég lofa ykkur í. Jó. Herru, svo er það næsta. Er ég lagið með þig? Já. Er það komað til? Já, ég bara, þetta var óvænt og tók á. Þá er það næsta. Ef það er búið að setja Róhypnol, sem sagt nauðgunarlyf í drykkiðinn, þá kemur saltbragð á honum. Þannig að ef það er eitthvað að núta að hlusta, við finnum ekki saltbragð að dryknum ekkar. Og bara hendunum. Já, bara hendunum. Kaupa nýjan. Það er brandaræðna en ég ætla að sleppa honum. Nei, takk hann. Nei, sleppum honum. Herru, talandum að sleppum honum. Talandum að Macaulay Culkin, drengir. Það er ekki bara komin í sturlaða staðreyndir líka. Mjög ánægð. Mér finnst þannig að vera í rauninni bara í öllum dagskrárliðum. Já. Stuntable, hvernig segir maður það? Svona standing. Já, bara áhættuleikar hans. Já. Nei, svona. Hann var líka bara standinn hans, sko. Já, einmitt. Þetta er bara svona svolítið svona gaur sem lítur út eins og hann. Ekki bara tvífærnas? Já, svona. Já, í Home Alone, sem sagt gaurinn þegar Macaulay Culkin var ekki í tökum og það var verið að stilla kamerunna og svona og hann sá líka áhættadrinn, hann var standinn og stuntable stendur hérna. Já, stuntable og standinn gaur hérna Macaulay Culkin í Home Alone var lágvaxinn 30 karlmaður. Já. Og hann er Macaulay Culkin 8 ára eða eitthvað. Alltaf það verið þegar hann var að hlaupa undan löggu gæðir. Nei, líka bara skilur þegar það var að stilla ljós og svona. Þá var bara kallað á hann. Macaulay Culkin er bara inn í hjólisinu sínu skilur í Tetris. Ég held að það var bara, hei, Gils, drullaði inn í ljósið. Drullaði fram, sko, sé nú svolítið leiðilegt fyrir hérna 30 mann sem er í Hollywood, búin að vinna sig, hann er kominn á set allavega og er að reyna að vinna sig upp og svo alltaf þegar búið að stilla ljósin þá kallaði ég eitthvað krakkahelvíti, sko. Og í hvað hann er örugglega pirraður.
Hann hatar Michael Culkin. Já, hann bara herðu, það búið stillið ljós, drullað úr í burtu. Culkin! Já, kottinn. Já, og líka sko. Öskraðu eitthvað. Þú ert 30 Steindi. Ég er 29 ára. Já, þú ert 30 núna í DS. Eða ekki, bara eftir nokkra daga. Herðu, hvernig var það Herðu, 9. 9, já. Þú ert 30 núna 9. Já. Ímyndaður ef að hlutverki þitt í Steinda-þáttunum væri að láta taka ljósin og allt svona fyrir einhvern 8 ára krakka sem kemur svo inn. Já, það væri svekkjandi, ég veit. Er ekki bara nett botnin í þessu eða? Nei, alls ekki. Hann er komin og sett í Hollywood. Ég trú á þessum gæri. Hann er örugglega að gera frábæra hluti í dag. Já, náttúrulega hvað, þetta eru 20 og eitthvað ár síðan, hann er orðin 50. Já, og vonandi ennþá aðkall. Svo er næsta, krakkar sem eru raskjeltir í æsku eru líklegri til að verða ofbeldishneiðir unglingar. Já, ég trúi því. Og þið vitið alveg hvað er að koma núna, drengir. Voru þið raskjeltir? Nei, aldrei. Nei, ég slapp. Hafið aldrei verið raskjeltir? Nei. Það er að segja foreldrum ykkar. Sko, foreldrar mínir fóru sko, þegar þau voru fúl út í mig, eða þegar ég gerði eitthvað og þau voru brjáluð. Pappin átti það svolítið til að hrækja þig, ekki? Nei, það hrækja á mig. Hvað er þetta eitthvað klikkað? Sko, það sem virkaði best á mig sem úling, þegar að foreldrar mínir voru sárir út í mig. Taka nammið að þér. Taka nammið að mér. Það leið mér að giska, tók það sigarettunar. Nei, ég ætlaði að vera einlægur hérna og segja eftir að þau tóku sígarettunar, eftir að þau tóku jagerinn, sígarettunar og nammið, þá voru þau sár út í mig. Það virkaði, skilur við. Já, þú meinar. Svona töluðu bara ekki við mig, eða svona voru bara svona ég var að töluðu ekki við mig. Þau voru vonsvikin með mig. Já, þau voru vonsvikin með mig í staðin fyrir að öskra á mig, sko. Ég var raskjeldur held ég einu sinni að tvisvar. Þú líka átt óþólandi krakki. Já, þú varst alltaf að slást á menntaskólaböllum og vesina það. Það er nefnilega fyndið, ég hef aldrei slegist. Ég hef verið lamin, en ég hef aldrei slegist. Hvernig var þegar mamma var raskjaldað þig, settu þig yfir nén og sér, girt hún síðan yfir þig? Ég man eftir þessu, sko, þetta var í, hvað ætli ég verið, 5 ára eða eitthvað. Þú var þetta allir pakkin, varstu sápuð þegin og svona? Býtu, hvað? Var þetta ekki að bera bossa? Já, bara sápuð upp í kjaftin og raskjaldur. Nei, ég var ekki í Guantanamo, mamma raskjaldi með einu sinni, sko. Þetta er hvað, geðu ykkur? Var þetta að bera bossa hana? Já. Girt hún yfir þig þá eða? Nei, hún reif buxurnar. Hæ? Hvað er þetta eitthvað klikkað? Hvað komstu drukkin heim og varstu 5 ára? Já. Ég hætti bara ball, kom fullar heim og raskjaldur og berti raskjaldur. Ég er kannski að hefði verið eitthvað að fá þér þetta sem úlingur og heldur ég að verið raskjaldur og berti raskjaldur sem úlingur? Það er eitthvað. Herru, já, áfram með þetta. Þú vandi ástæða allsbyrra að þetta var að bera? Nei, ég var 5 ára held ég á Selfoss eða eitthvað og ég man eftir þessu. Hvað gerður þú til að vera skulda þetta hýðingu? Eigðulega þvottinn hjá nágrunum. Allan þvottinn? Já. Af hverju gerður það? Because I felt like it. Og varst 13 ára? Höldum áfram. Já, 5 ára. Það er svo næsta. Já, það var hérna. Það er yfir 200 líka á Mount Everest. Hvorki meira en minna. Ég ætla aldrei þangað. Nei, ég skil ekki fólk sem nennir þangað, sko. Ég var alltaf nenni upp í Esjuna, sko. Já, ég hef nú reynda að tekið hana tvisvar. Já, maður hefur tekið hana, en bara... Það er alveg gaman þegar maður er komin upp. Ég hef verið þess að tekið Esjuna. Já, einmitt, þessi var helviti góður og dóst næstu við að taka 10 arbið. Já, ég tók Esjuna, sko, ég hef lappað upp. Já, það var sko að 5 ára? Nei, og ég fór upp á, sko, fyrir svona 3-4 árum og ég fór upp á 40 mínútum. Ok. Taktu þá, kottan í kvöld, blöðpöp. Svo hérna eru 4 eftir. Það eru klámritskoðarar í Kína sem horfa á yfir 150 klámmyndir á viku frá byrjun til enda. Það hlýtur þú hlýtur að vera brenglaður í því starfi. Já, ég ætlaði að segja, þetta hlýtur að vera bara eitthvað vestastarfi heimi. Svo ferðu heim og ætla kannski, þú veist, aðeins að flýta gömlu og... Þú horfir aldrei á klám aftur. Hvernig aðtöfn er það samt? Þú fer bara heim og svona, eigum ekki elda hérna bara hakk og spagetti og svo ætla ég að trýta það, veit ég maður. Ég held líka bara að þú horfir á 150 klámmyndir á viku frá byrjun til enda. Þá held ég bara eins og segir, þú verður svona pínu brenglaður og heldur ekki bara allt verða eins og í klámmyndunum. Ég meina, þú lítur að þurfa rosalega furðulegt stöf til að koma þér til, sko. Er það ekki? You've seen it all. Já, hvað kallar þið furðulegt stöf? Nei, bara, ég veit það ekki, bara alls konar, þú veist. Akkur það er hérna... Nei, ég er að spyrja, hvað er furðulegt fyrir þér? Svo ferðu að klína þín kendum á mér. Ég þekki það alveg, hvernig það virkar? Nei, Steindi, ég er að spyrja, hvað er furðulegt fyrir þér? Ég veit það ekki, bara kardimómi bærin á fóninn og þegar var sinnebið þetta. Þú veist, það skiptir ekki máli, það er bara svona, ég tók bara svona eitthvað dæmi. Ok. Maður þorir ekki að tala eins og þetta. Jó, þetta er bara að segja það sem þið finnst. Hér, við leynum engu fyrir hlustendur. Svarta ekkjan stundar kynlíf alltaf 20 sinnum á dag og étur alltaf maka sinn eftir kynlífi. Svona það eru öll orðin kóngulónu með 20. Leggur þú samt í þetta? Þú lítur að vera búin að sjá hvað er að gerast. Þetta er hún að éta þá 20 kóngular á dag, saman? Já.
Étur alltaf maka sinn eftir kynmök. Ég skil samt ekki, já. Rosalega geta þær étið eitthvað. Já. En líka bara, ég skil ekki að hinna kongulæðnar hljóta að sjá hvað að gera þetta. Þeir skulle bara henda sér í þetta. Þetta lítur að vera eitthvað svaða dráttur. Já, þetta er þeir ungt og þetta leikur sér með þess. Ekki lengur, þú deyrð. Já, þú deyrð náttúrulega, já. Það eru 2 eftir. Það var kona sem að blætti út eftir að hafa við klóruð á löppin af ketti sínum. Sorglegu döðaði. Já, svona crazy cat lady. Blætti út við það. Já, bara sopnaði og blætti úr. Já, spes, við ekki hana. Mjög spes, ég veit ekki hvað ég tók þetta með, þetta er umellegt. Svo er það síðasta. Kattalhand glóir undir a blacklight, eða svona útfjólubláu ljósi. Já. Þannig að ef við erum með gött og útfjólubláu ljós, hann pissar, þá glóir það. Ótrúlegt. Já, skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta voru störla staðrindir, hvað var best í dag, drengir? Ég myndi segja að væri að sjálfsögðu Macaulay Culkin slúrið. Já, það var enda mjög gott. 30 stendin. Og svo fannst mér líka svolítið gaman með Snígilinn. Já, hann fæði nýja augu. Já. Það held ég, elsku vinir og lífs förunautar. Ég ætla svona þessi opnun hérna, ég ætla að tilengja henni fólki sem er í prófi. Já. En þið eru að hlusta á FM 95 blöð, ég ætla nú kannski að koma inn á það líka. Og það er Auðun Blöndal, Egill Gils Einarsson og Steindi Junior með þér á þessum frábæra föstu deg. Það er mjög fínt ef þú ert í prófum aðeins að slappa á hlusta á það. Já, ég er að segja það, rífa flippan á einum og það er enginn að dæma þig. Nei, nákvæmlega. Það er nú allt í lagi, maður. Herðu, hvað segirðu? Já, við ætlum að fara hérna í, þú varst að byrja með að fara að ringja. Já, herðu, sko, við langaði svo að koma, má ég aðeins koma inn á eitt? Já. Sko, ég náttúrulega að fara að byrja með nýjan sjónvarpsþátt á sunnudaginn. Þú mátt plugga þínum þætti í þínum eigin þætti. Mér finnst það svolítið fair, sko. Já, en ég ætla nú ekkert að tala mikið um hann. Því ég ætla ekki nú ekkert að vera hvað hérna í einhverju plugger í. Jú, pluggaði bara. Nei, það sem mér fannst samt plugga þessu. Plugga þessu. Nei, en hérna, þetta er Hreinn Skjöldur, fyrsti þáttur og hérna virkilega góð sería og fyrsti þáttur er rosalega sterkur og skemmtilegur og ég hvet alla til að horfa á allt það. Ég var að útskýra fyrir nokkur daginn. Þetta heitir Hreinn Skjöldur af því að þátturinn sem að gerist núna til dæmis á sunnudaginn, hann tengist ekkert næsta þætti. Þannig að þó, þetta er eins og í Simpsons eða ekki, þó myndir til dæmis missa hendina í fyrsta þætti, þá er hann bara komin aftur í öðru þætti. Algjörlega, þau byrja alltaf með hreinan skjöld. Og hérna, já, þetta er semst ég, hérna Pétur Jóhann og Saga Garða sem erum svona í öllum þáttum og alltaf mismunandi ævintýri og svoleiðis. En það sem mér langaði að koma inn á strax er að þú ert að leika í fyrsta þætti. Og ekki bara það, þú ferð með ákveðin leiksigur sem hérna karakterinn Ægir Kjellstedt. Rollegur. Jú, ég ætla að ganga það. King Ægir Kjellstedt. King Ægir Kjellstedt. Og herðu, ertu búin að sjá hérna, þú sást brot úr þessu, sástu hvað, sástu formið sem hann er í þetta? Hann er búin að Er þetta þér að þakka? Ég er búin að breyta um í bodybuilder. Ok, og við ætlum að, þú veist að ég ringi sem Ægir Kjellstedt. Já, ég var til bara með frasan hans. Ég bara ringi sem karakterinn á þáttunum og þú veist hvað karakter ég er að tala um, þú veist hvað frasa ég er að tala um. Hann er að keyra á, hvað er að frella þarna pjallaðinn? Hann er mikið, já, hvað er að frella? Ég vil bara leyfa hlustendum að heyra aðeins í Ægir Kjellstedt. Ok, og bara svo ég útskýr fyrir hlustendum, þá er hvað er að frella? Það er eiginlega hvað er að frétta. Og svo náttúrulega pjalla er bara pjalla og hann er eiginlega að vinna með þetta. Já, og það er bara æðislegt. Ok, og í karakter? Já, ringja bara einhvað. Ok, það var ekki, það fara bara hérna í eitthvað, já, og ég ekki er ekki fyrirtæki. Jú. Hæ, ringja bara í eitthvað nafn? Já, nafn. Fyrir bara hérna, já. Skrifa bara eitthvað. Já. Herru, tekum á sig það. Bráðum þetta. Sigurjón! Hvað er að frella? Hvað er að frella? Hvað segir þau? Hvað er að frella þetta pjallaðinn? Ég heyr ekki hvað þú segir. Sigurjón! Og hvað er að frella? Hvað er að frella þetta pjallaðinn? Góður! Ég skil þetta ekki. Hvað er að frella? Veit það ekki. Hvað ertu pjallaðinn? Frella? Sigurjón? Já. Hvað er að frella? Ég skil þetta ekki. Hvað er að frella? Hvað er að frella? Nei. Hei, pjallaðinn. Hvað er að frella? Já. Sigurjón? Sigurjón? Nei, alveg maður.
Æja, þetta fegst alltaf karakterinn. Þarna var hann, þetta var Ægir Kjellsteinn. Ég dýrkina karakter, þetta er besti karakter í íslensku sjónvarpssögu. Veistu hvað ég hrættastur um? Já. Eftir þáttinn? Já. Ég eftir að fá að heyra nokkur sinnum, hvernig ertu pjallaðin? Eftir að fastu alltaf að lappa fram í okkur, sérstaklega að fæna í bæ og svo leiðis. Nei, blöð, hvað er að frétta þetta pjallaðin? Já, ég held að það reyndar. Í gamla dag var að herða og ekki kaupa þetta rókjæstrykk, nú er það pjallaðin. Þetta er æðislegt. Brumbar er laus og liðugur og langar að hitta þig helgina. Ertu til í hitting? Súd.is Frí heimsending á fatnaði fyrir hann og hana. Kíkt í heimsókn. Súd.is Viking jólabjór er komin á Keks, Roadhouse, Fredriksen og Bökkbar. Hvar verður þú í kvöld? Skál fyrir þér. Viking léttur. Johnny Depp, Shakira, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Richard Branson og þú. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú komist í hóp þeirra sem eiga sína eigin eyju í Suðurhöfum. Báturinn Eurojackpot stefnir í 7,4 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Þú færð það hjá okkur. Frábær matur og fullt af bjór. Íslenski barinn, Ingólfsstræti. Jólaserjur á frábæru verði. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Þú fær Cube reiðhjól, aukaluti og reiðhjólafatnað hjá Thierry Verslun. Suðurlandsbraut 32. Thierry.is Mjúkir pakkar í FNF Kringlunni. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Ég veit að Rikki gefur brjálæri rakkanu tónlistina hérna, en þetta er bara leiðilegt. Rikki það bara að henda þessu út í kerfinu, það er bara þannig. Ég hefði sett Nesaya live þarna, hef ég verið að tjóta þessu. Já, ég seti eitthvað betra á næst. Þetta er Happy Home. Já, ógæslega. Eða vinkona mín Nikki, er ekki hægt að spila eitthvað með henni? Jú, við setjum eitthvað gott. Ef þetta hlusta Richard, gerði það sig. Já, taka þetta lag og spilun og það strax. En hvað segir þið, drengir? Mjög góður, ferskir. Allir ferskir. Ekki verið betur. Hvað er að frella? Hvernig frellir? Hvað er að fletta þarna pjalaðin? Ég vil þetta gott. Og já, við erum að fara í eitt lag, komum þér eða ekki? Jú, það er Questions and Answers. Herðu, já, klukkan er orðin 5. Og ef við ekki byrjaði að þó ég var með trailerin fyrir myndur fyrir Cass, ég sendi ekki ennþá með trailerin. Ég skal segja þetta, Öddi, push the button. Nákvæmlega, thank you. Are you ready? Ekki að vera ná að bá. Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. Þetta er stuðlaðatrailin. Já, það er bara að setja réttan trailer. Þetta var vitlaust trailer og þú fattar ekki eins og sjálf. Þeir eru allir eins þessi trailer. Já, það er akkurat. Spilaði bara einhvern til. Það er akkurat máli, Egil fattar ekki eins og Settu spurt og svara trailerin, asswipe. En þú fattar ekki eins og þetta var vitlaust trailer. Jú, ég er bara silkið slagur þetta. Ha, þú fattar það ekki. Mæst þetta gutt sér trailer. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Bærilegt með þennan trailer, hann virkar svo stuttur eitthvað. Mér finnst það, er hann ekki aðeins of stuttur? Nei, hann er alveg og En hörðu, ég er með 2 spurningar og það er svolítið ritgerð sko. Ég ætla að beðja hlustendur að halla sér aftur í sætinu. Hvað ertu að fara? Ná sér einn jólabjór kannski. Ekki er þetta ritgerð af einhverju hrósi, ég nenni því ekki. Nei, okay. Bara spurning. Ég nenni því ekki, hvað þetta er bara. Byrjar alltaf að hrósa þér í eitthvað 5 mínútur? Nei, Sleppti þér bara? Ég er bara vel spenntur fyrir þessu. Það kemur Sæll Gilsi eða King Gilsi. King Gilsi, já. Meistari Gilsi. Það er ekkert annað. Ég var heima á Sauðárkróki. Það er enda toppbær, ég ránaði með hann. Hann segir hérna, því líkur meistarabær, spurðu bara auðvitað. Rétt. Illa kannast við hérna gæða. Illa gaman að búa hérna. Ég heiti Böddi, kallaði Böddi Blö. Það er bara því Þetta var fljótt að fara negativ til hann. Nei, þetta er bara eitthvað meistari. Það er bara því ég er vel flippaður. Alltaf til eitthvað Gucci drugl.
Þetta bara flippar á króknum. Já, Böddi blöð, flippar á króknum. Eins og daginn. Þú veit ekki hvert þetta er að fara það? Þú veist ekki hvert þetta er að fara? Ég veit ekki hvert þetta er. Ég er lesið spurning fyrir skipti nú. Eins og daginn, þá var ég í skólanum og Ívar Sefik manaði mig að skýta í mig í hádegislinu. Ég hætti aldrei góða áskorun framhjá mig fara, en ég skeit bara í mig. Illa töff atriði. Var kóngurinn í skólanum þann daginn. Lífið búið að leika við mig hérna á króknum undanfarin ár. Nema, fyrir svona 2 mánuðum og var ég svolítið hrifin einni gellu hérna. Ég held að það var ekki að finnast á hann hárið það. Ertu í alveg að fara að uppgreita materialið? Það byrðist ekki verið að finnast á hann hárið allan ennþá. Já, en illa hrifin einni gellu hérna. Og það ángríns eina gellan á króknum sem ekki til í böddan. Í böddan, þannig að tala sér böddan hana. Illa pirrandi. Þannig ég ákvað að taka blöðarinn á þetta bara, sína einu sinni Böddi blöð, fór inn í herbyggi, klæddi mér öllu fötunum, drakk mér slefandi fullan, lá svo á maganum, allsber og hendi í gott ástöfn. Þú æfðir þig. Þarf ég að berja þessu inn í hausinu okkur. Ég var ekki allsber. En þú varst líka að æfa þig. Ég lá ekki á maganum. Nei, þú varst ekki að æfa þig hérna í sleik á parkettinu. Lást ekki á maganum á parkettinu. Ok, ég var búið með nokkra, en ég var hvorki allsber, en ég er liggjandi á maganum. Ég sá þetta alltaf þannig fyrir ykkur, ég skilða ekki. En sleik við parketti? Nei, ég hættu þessi kjaftaði. Já, hvernig gekk þetta bréf? Bara, síðan ráaði ég heim til hennar ofur Ölvi, hendi bréfin inn gluggan hjá henni, vaknaði svo illa þunnur, en samt vel sáttur í gærkvöldi, því að þetta trikk átt að redda mér þessari gellu, konu barna minna, framtíðar eiginkonunni. Þegar ég kem í skólan, allir hlæjandi, bendandi á mig. Ég hugsaði bara, hvaða saur í gangi eiginlega? Nei, þá var gellan búin að sína öllum í skólanum bréfið og ég er ekki lengur cool flippaði Böddi blöð, ég er bæjarfíblið. Allt út af hálfvitanum og auðvitað blöð sem er búin að halda þið fram. Ég er að lesa hérna. Ekki skjóta sendibúðan. Hann segir, allt út af hálfvitanum og auðvitað blöð sem er búin að halda þið fram endalaust, þetta trikk virki. Ég haldi því fram að þetta trikk virki. Ég sendi ekki bréfið. Þú skrifaði bréfið. Egil, ég veit alveg að þú ert að semja þetta, þannig að reyndu einu sinni að tróða það sinni í þennan ógæðslega þykka haustinn. Ég sendi ekki bréfið. En þú varst allsber. Ég var ekki allsber. Og ég lá ekki á maganum. Þú varst á maganum. Þú varst á nærbuksunum. Hvernig varst ekki á maganum? Hvernig varst að skrifa bréfið þá? Þú skrifa öll bréfin á maganum með það. Gæti kannski að setja við skrifborðið mitt. Við vorum kannski ekki rík en ég átti skrifborð og stól. Varstu sitjandi allsber við skrifborðið? Nei, satt bara stuðbuxum og ból. Mann með síkvæða stöðbuxum, United stöðbuxum, kvítur. En alveg hauslaus. Nei, svona, var á, eins og stendur í bréfinu, var á 7. bjór. Varst að hlusta á hvað með það? Varst að hlusta á tónlist? En sko á þessum tíma var ég mikið að hlusta á Total Eclipse of the Heart. Mjög gott lag. Þú hefur verið að hlusta á það, jafnvel. Gef ykkur það kannski. En hann Böddi blöð segir að maður spurja auðvitað hvort hann vil eitthvað redda þessu. Hann vil eitthvað perra, þú getur eitthvað redda þessu. Svo Böddi blöð að tróða þessi bréf upp. Þar hefur það Böddi minn. Lítur eitthvað að frétta að Steindi var að koma aftur eða ekki? Það er spurning nummer 2 þá. Fréttist ekki að Junior var að koma aftur? Nei, ég held ekki. Já, ekki. Sæll Egil minn. Það er áhyggjufull móðir sem hefur sambandið þig í dag. Sigríður heiti ég. Út að Steinda. Sigríður? Ég þarf að segja það mína sögu. Fyrir 4 mánuð síðan eignaðist ég mitt fyrsta barn, yndislegan strák. En það hefur verið smá vandamál undanfarið með drengin og það er engin læknir sem kannast við þetta ákvæmna vandamál, þannig að þið drengir eru svona minn síðasti séns í þessu. Ég er mjög áhyggjufull. Já, gott að hún stóla okkur. Þannig að hún segir, ég lagði Stefán litla á rúmið mitt daginn og skrepp frá í eitt andartak. Því ég kem inn tilbaka og sé að hann er að velta sig fram úr rúminu. Og ég gæt... Hvað er að gerast? Þú ert búin að vera svo löngu frí. Hann er búin að vera með sama brandarann síðan og fóst í frí. Ég get lofaði því, þessi litli guttir að henda sig fram að rúminu að hann ekki komið hárið eitthvað svona kjaftaði. Er það málið? Er þetta ekki Steinda? Er krakkinn að henda sig fram að rúminu að því hann er þá skjóðlega 4 mánuð? En það sem hann ekki þessu, ég þóli ekki. Ég fer að skalla. Hann er búin með sama brandara sem hann fóst í frí. Það eru dýr búin að reyna að hengja sig og það eru sko krakkar á leikskóla að hoppa fram að einhverjum kofum og eitthvað af því að... Ég halda fram með breyf. Það þarf ekki að halda fram. Ég veit alveg hvað það var að gera. Það veit allir lustendur. Já, viltu ekki... Sigriði verður glótt í vonsvíkinu. Já, ok, af hverju krakkinn að reyna skríða fram af rúminu 4 mánuða.
Síðan segir hérna í gærkvöldu að sami på teiningum þegar ég lagði hann upp í sófa, hann reyndi að henda sig fram úr honum líka. Þetta mjög undarlegt en það þannig mál með vexti að Stefán fættist með mjög þykkt dögt hár, var með þvílíkan lubba, mjög krútlegt. Það síðan gerist að hárið á honum hægt og bítandi fyrir að hverfa, svo gerist með unga börn hárið eftir nú að fara að koma aftur á næstu mánuðin, það er spurning hvort þú heyrir hún að mauta vininum með þetta, svo hann getur kannski róa taugarnar á áhyggjufullir í móður. Kærleikskveðja Sigríður. Ylfurinn rúla með rómvisku gittim og stóiskum homies Eldistum helming og drekk fyrir tólit og gólitur róni Allir á hlöpum með gittinni rósur og rólugur róli Með kórun og bónir og bak með hvert morgun í blóðugu bóli Finnir mig liggjandi í snjó, ég er svo fokkin í mó Rita og læsileg ljóð, mínumsta bón Gifir mér ábóta kaffi og greina miljón Dreymir heimili, konung og bad Eitningu meili var nættur og svart Grein ekki munnin og heiminn og kervil í penning og skartið það rennandi vatn Úlfur, tarantúlur Flíkur eins og skúmur og tala tungum Ég og þú og fullt tungl Liggjum bara á kúrum Vel bakaður og mjúkur Kanilsnúður ég Myndi söka MC ok der Ertu með bensín, V-Power Þú ert ekki sens í þetta hér Mér líður vel Eigin herra, eigin frú Úlfar víka heila bú Lífið endalaust, en lífið stutt Ég nýt þess að meðan ég get þangað til að ég gjöst upp Á toppi ég frýs, á botni ég bráðna Allir vilja fljóta með strönnum en drökni með að mennskun og grána Gleymast og hverfa þau stálpast, neyfa svo væði sinn í það að langa Í eitthvað annað en það sem þið þráðug á meðan þau lærðug og pindu sig áfram Ég fer mig vel, ekkert að mér, langur í gærin í dag lífið vel Fyrir lífið endalaust, lífið keftaði, lífið draumur og lífið martraðir Eina sem dregur þig áfram að markmið harkan og viljinn til þess eins að standa þig standátt og samangum alla sem hata þig Æstasti kostur sem hættir að hafa tíma fólkið Kalt að það trippur og skýður í skél Getur og skýtur og sefur svo vel Rýður og fölgir sér, rýður og fer Býtur og klóra til að berga sér Býrar í sitt og drekkur sig í hel Tekur frá öðrum en gefur frá sér Vilur sér fóring og hlýðir því sem Stærsta dýri vill að sér gert Og það úlfur Og það föstudagurinn 28. november Þú varst að tala Sauðárkrók áðan Þessi snillinga komur á Sauðárkrók ekki, Úlfur Já, þetta er miklir meistarar Úlfur, Auðublöð og hvað hérna, Böðublöð Já, þetta er eina mínum upp á sljónstum Úlfur Það eru geggjar Herru strákar, vitið hvað, nú alltaf að fara að gerast Ég ætla að beða þig að setja á eitt betta fyrir mig Því ég ætla að detta í augljósar staðreyndir Það er málið Veistu það? Já Það er svo langt síðan að ég eiginlega bara næstu til í Er það ekki? Ég ætla bara að vera með þrjár Þetta er bara stutt Nei, veistu hvað? Já Ekki segja mér að Mr. Selfridge-bettinni sé horfin Anna? Hann er hérna Hvað er gott að heyra Ég get ekki beðið eftir þessu Ég var til að hlusta bara á hann, á bettan Alltaf Ég get sagt hlustendum að þú varst ekki búin að vera með þetta í einhverja 2 mánuði Og svo varst í frí, það er halvt ár sem við fórum í augljóst Er það? Nei, nú ertu örugglega ruglast Svona 4-5 mánuðir Herðu, en sko, ég var til að fá þetta aðeins herra Mér finnst ég ekki heyri, Mr. Selfridge blöyt Það myndi aldrei getur ekki nota á pennanum neitt Nei, frábært Free comedy Þetta er free comedy Þetta er ekki comedy Ég er ekki að borga krónu fyrir þetta comedy Þetta er free comedy Herru, ok, það er komið að þriðju og síðustu augljósi staðurinn dagsins Hún er mjög skemmtileg Já, hún er mjög augljós Ertu klár í þessa? Já Ok, hérna kemur hún Þú notar ekki dömubindi við jakkaföt Það er bara fyrir klófið á konum þegar það er á blæðingum Nei, það er ekki Þú veist það, þú notar ekki dömubindi við jakkaföt Það er bara fyrir klófið á konum sem er á blæðingum Já, ég veit alveg hvað dömubindir er fyrir, sko Já, ok Fannst þér þetta ekki fyndi? Jú, þú heyrðu Þú ert búin að slökkva Að ég ætla að gera það vandræðilega Það er ekki tækt Ég kann ekki að skammast mín Herru, eitt í viðbót Það er ekki bara 3 Jú, ég væri reynda til að spyrja einni augljósu spurningu í lokin Bara svona til þín Svona for all time sakes Tilbúin í augljósa spurningu dagsins Hver er munurinn á tölvumús og venjulegri mús? Býtu, ég held að þú að spurt með þessu áðurstendur Nei, það held ég ekki Það? Ég held angríns og að spurt með þessu Hver er munurinn á mús og venjulegri mús og tölvumús? Segð mér það svarið Það er ekkert bara eitthvað eitt svar Jú Ha? Nei, það er svona 100 svör Já, kottu með það Kottu
Hvað meinarðu? Ég heldur, já, mér minnir að síðast að verið að tölvumús er venjuleg mús er loðin. Nei, það er ekki tölvumús. Nei, það er ekki svarið sem ég venjuleg mús er með augu, ekki tölvumús. Já, en ég er ekki að leita því. 4 lappir. Já, nei, ekki alveg. Æ, segðu mér, hvað er að leita? Gefstu upp? Gefstu upp, það er alveg saman hvað ég segi. Þú finnur alltaf eitthvað nýtt. Venjuleg mús borðar ost. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufjölugum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttur. Prime og túleikina stórtónleika Kaleo í Gamla Bíó laugardagskvöldi 29. nóvember. Síðustu tónleikar Kaleo á árinu. Þeir fá til liðsvísi góða gesti og gera kvöldið ógleymanlegt. Miðasala á miði.is. Did you know that in 1998 this was chosen the best beer in the world? Nei, það var 3. sæti. Nei, best í heimi. Nei, það var slagorðið bara. Ísland, best í heimi! Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Nordic Events og Smirnoff kynna stórtónleikar með Club Tone í listasafni Reykjavíkur þann 13. desember. Ásamt Club Tone koma fram DJ Ghost, TCA, Wildcats og KSF. Miðasala í fullgangi á Chuck Norris Grill og á tix.is. Hvar verður þú 13. des? Hvernig á að taka góða sjálfsmynd? Birtan er besti vinuðinn. Ekki nota flass. Lumia 735 Selfie síminn. Með nýju sveigjanlegu snjallbökkunum okkar spararðu með því að skipta út mínútum fyrir gagnamagn og öfugt. Allt eftir þinni notkun í hverjum mánuði. Þú getur meira með símanum. Eftir tónleika eða leiksýningu er frábært að fara út að borða. Opið til miðnættis helgar á Uno. Viltu vera kongur, drottning, kanslari, jafnvel keisari? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt nokkrar sólríkar eyjar í Karíbahafinu og stofnað þitt eigið ríki. Báturinn í Eurojackpot stefnir í 7,4 milljarða. Eurojackpot, föstu dagur til fjár. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blue. Spacebound með M&M, sérstaklega spila fyrir Ásgeir Kolbensson sem staddur í umferðinu núna á leiðinni í litunöruglega eða bokkun, maður veit það ekki. The Callfather. The Callfather, man of many calls. Hann var á vaktinni með mér mér og Richard síðasta fyrsta. Mikill meistari hann. What a man. The Callfather. Já. En það er hins vegar komið að dagskrálið núna sem er ekki með neitt trailer sem er fínt, nóga trailerum með það er hvort myndur frekar. Og þá spyr ég ykkur hvort myndur frekar gera hitt eða þetta og þetta er líka eitthvað sem ég er búin að koma inn á. Ég heimta hlustendur séu líka, hvað er þessi ógæsli Mr. Selfridge með ennþá í náma hér? Ég verði til að hafa hann yfir allan þáttinn. Aldrei. Hlustendur, ég vil líka þeir séu að hugsa þegar þeir eru að hlusta hvort þau myndi velja. Já, ok. Þannig að ég er svona að reyna að tengja hlustendur, þannig að hugsaði hvort þið myndir taka líka, kæru hlustendur. Hér kemur fyrsta. Hvort myndið frekar vilja vera stungni til bana af geitungum eða jetnir til agna af úlfum? Þetta að velja dauðdaga. Aldrei gaman að velja dauðdaga. Þannig að ég spyr hvort tekið þið? Verði að velja annarkort. Deyja út af eitri eða ofnæmisviðbröðum eða bara deyja út étin lifandi. Getur þetta verið bíflugur? Já, þetta er bíflugur eða bara, þú veist, geitungar, skeitir ekki máli. Já. Þetta er fokkin, ég ætla að segja bíflugurnar. Okkur? Ég veit það ekki, maður ætti sjens þar, eða ekki? Nei, þú dreik sko, ekki dreik þar. Já. Þú veist,
Nei, já. Þú verður drepinn, sko. Já, ég held samt að maður myndi ná að lifa það af. Þetta ekki frábæri valmöguleikar, Steindi, þú heyrðu ekki spurninguna. Það alveg sama hvort þú velur, þú deyrið alltaf, sko. Hvort myndir þú velja að vera stungin til bana, helling af geitungum eða bíflugum, eða vera étin af úlfum. Já. Þannig að þú ert ekki að fara að lifa þetta af. Nei, ég held bara að maður gæti átt möguleika á því að lifa af. Er það ekki? Nei, ekki í veist það, Steindi. Það alveg sama hvort þú velur, þú átt ekki sens. Ég að spurja, annarkvort er þið svona eða svona. Ég ætla að halda í vonin og segja bíflugur. Veist það. Ok, þú átt ekki von, þú deyr. Ég veit alveg hvað að meina, því finnst þú eiga smá séns gegn bíflugunum að slá þær í burtu. Ég elska þegar Öddi verður svona brjálæður, hún langar að kýla mig. Ég sé hún langar að kýla mig. Stundu bara skilur um mig, þú deyrið. Hún langar ekki að það. Ok, ég ætla að segja úlfarnir. Nei, þú mátt samt alveg velja í. Já, mér veist bara eins og þessi búið að breyta. Hvað er það þú að velja? Ég er að spá í að velja, ég hata geitunga, held ég meira allt í heiminum. Ég er líka, ef maður þarf að deyja. Er þetta eitt geitungu sem drefur mig? Nei. Það er miljónu. Bara hópur sem að stingu þetta. Það er bara eitt geitungu getið drefið. Já, ég var með bráðunum. Það er alltaf bara sett svona geitunga búið yfir hausuna í þessu tilfelli. Ég segi frekar úlf. Þeir bara vonandi faraði beint í hálsin á mér. Þannig að ég byrja ekki að geta með læri og ég er vakandi og með meðutund fyrsta klukkutíma. Já, nú vilt láta gera þetta bara snögt. Já, beint í hálsin á mér. Beint í hálsin, já, þú getur náttúrulega ekki ráðið því. Ef ég sýnið hálsin bara hérna. Þú verður að bera svona einhverja sósa. Já, þær fara upp í mann og svo. Ég ætla að segja úlfarnir líka. Já, hættu upp bífluguna. Já, ég held að það er hræðilega valmöguleikar bæði. Já, ég held maður ætti nú samt smá sens í bífluguna. Þetta er erfiðlegur. Hófistingurinn segir úlfarnir. Já, þá er það næsta. Hvort myndi frekar vilja vera með apahaus eða froskalappir? Jesús. Ég hugsa ég myndi það er hægt að klæða þetta svolítið af sér þegar ekki froskalappirnar. Nei. Hæ? Hvað finnur þú? Hvernig ætlar að þú fær bara lappirnar frá það, veist hvað eru litlar. Já. Þú verður alveg bíkur. Já, þú meinar, ég er ekki með stórar froskalappir. Þú verður ekki klætt af. Ná, ég held að ég geti bara farið í gallabuxur. Þú ert alltaf í norðinu svo Danny DeVito. Já, þá hugsa ég myndi velja að vera apafjés. En þið? Bara hausinn apa. Það er bara haus þá? Nei, það er bara hausinn apa. Já, ég verð bara með andliti að hausinn á mér verður eins og apa. Já. Hvernig apa? Simpansa? Já, en samt svona þú veist alveg með þínum, skilurðu. Já, ég held að það geti alveg verið bara, ég held að það geti bara verið svona skemmtilegt, sko. Er það? Þú veist, froskalappir er alltaf alveg frá að það eru svona litlar eins og að venjulega froski. Eða það væri stórar, eins og lappir, bara ef það væri lappirnar af mér í þessari stærð sem yrðu froskalappir. En ég var að hugsa að þú fær bara lappirnar af frosk. Já, veistu, ég ætla samt að segja að það er frekar. Af því að þá getur maður náttúrulega stokkið eins og anskotin, sko. Já, og ert líka með þitt eigið andlit, sko. Já, það er náttúrulega stór plús í því. Já, en þú Gilsi? Þetta er bara erfiðast að hvort myndur þú frekar sem við verðum frá uppháð. Er það erfiðar en það er Rikki geða með þetta? Já, Rikki á með spurningu síðustu viku. Hvort myndur þú, hann sagði þetta er Groundhog Day spurning, upplifa sama daginn aftur og aftur. Hvort myndur þú frekar vel upplifa mánudag eftir þjóðatíð aftur og aftur eða aðfangadag? Já, ok. Þetta var spurningin hans. Hvað er töffi? Rosalega það er skrítið. Góðu matur, hellinga pökkum, aftur og aftur. Eða versti dagur ársins, mánudagur eftir þjóðatíð. Var hann ekki að grínast? Nei, hann var ekki að grínast. Hann bara held að þetta væri frábær spurning. Síðan editaði hana eftir að ég og Kolbjörn leta hann heyra og breyttu sér sunnudag og þjóðatíð og síðan aðfangadag og sunnudaginn er ekki skemmtilegur, sko. Já, ok. Það er strax skárið spurning. Mánudag eftir þjóðatíð. En hvað segir þú, Egill? Froskalappir eða apafjés? Ég vil vera svo apir. Minnst apar krútlegir. Þannig að þú tekur apafjésið og þannig að þú getur, já, ég veit okkur það, þannig að þú getur haldið áfram að lifta og svona. Þú getur ekki tekið lappir og backpressu. Nei, ég detti ekki með froskalappir. Ég ætla að taka froskalappir. Ég er ekki að fara að detta og ég held að það sé fínt að geta bara verið slakur og stokkið og... Ok, fíla, ekki með samansvar. Þá er það síðasta spurningin og já, ok, hún er líka svona að skipta á. Ef að foreldrar ykkar myndu svissa haus, sem sagt að hausinn á mömmuðinni fer á búkinn á pappaðinum og hausinn á pappaðinum fer á búkinn á mömmuðinni og þú yrði að sjá annað þeirra nakið, hvort er þið fyrir valinu? Guð minn alveg. Guð minn. Hvers konar spurningar, hvað varst að gera það að semja þessar spurningar? Getið sæna mútur sem dagskólir? Nei, þú verður að svara því miður. Guð minn almáttur. Ég hugsa að ég myndi vilja horfa í augun á mömmu minni
En þá á allsberan pappa minn. Já, þannig að þú myndir taka andlitið á mömmuðinni með nakin pappa. Já, ég held það. Já, ég held að taka það sama. Það er bara, hún er sammála. En er hún með þá... Hitt er bara allt og mikið, sko. Er hún með sína rödd samt þegar hún talar? Að sjálfsögum. Hún myndi ekki tala neitt á meðan. Sko, hitt caseið, mamma en allsber og andlit á pappaðin, þá átti ég á sálfræðingi ykkur ár eftir að sé það, sko. Já, það er ekki hægt að horfa á það, sko. Það er ekki hægt, sko. Bara því miður, sko. Er það ekki bæði bara? Nei, það er bara ekki hægt, sko. Hitt er skárra. Hitt er tölvöld, sko. Erfiða spurningar þetta, vart erfiður í dag. Þið takir báðið það. Þetta var mjög erfitt, sko. Ég ákvað aðeins, þetta er búið að vera svolítið létt í okkur. Ég ákvað aðeins að hrista upp í þessu. Þetta var Kortmyndur frekar og þá vitið það. Þessi mynd er först í hausnum að mig samt, núna. Það er svolítið óþægilegt. Hausin á mömmun og... Á pappa, sko. Og ertu búin að sjá pappaðan oft? Nei, ég bara segja þetta. Á félagunum með hann? Herðu, já, við höldum áfram með þáttinn. Ég meina, hvernig kannstu brett þetta svona í heilan? Þetta lag setti ég sjálfur á. Langaði að hlusta á þetta. Föstudagur, 28. november. Það er að koma... Já, desember, ég ætla að spyrja ykkur stráka, styttist í, íslenska slúðrið, ekki stendi? Já, það er inni. Ég elska það. Rakandi fest. Eru þið komnir í einhvern jólagýr svona í lok november? Já, ég er algjört jólabat, sko. Ég styðða að byrja að skreita trín og setja serjur á svalirnar og svona rugl. Já, ég er alveg til í það. Mér er svona jólalög aðeins, ef að henda kannski eitt jólalag eftir. Ég væri til í, sko, þið í 95 blöð. Gerðu þau á sínu tíma jólulag. Við þurfum að hlusta á það. Jólin. Svo líka það tími að tróða inn Snjókott falla með latta. Já, tökum kannski 2 jólalög. Sveimi þá. En er komið að íslensku slúðri? Nei, við þurfum að fá nokkra auglýsingar, svo fyrir beint í íslensk. Það er ekki eins og við lag eða neitt. Hlustum á nokkra auglýsingar, svo beint í íslensk slúðri. Þetta segja að væri svona mínútið. Yes. Gítarhetjan og eðaltöffanir Slass ásamt Miles Kennedy og hljómsveitinni The Conspirators bjóða upp á rockveislu ársins í Laugardalshöll laugardaginn 7. desember. Miðasala á miði.is. Tilbúin í gleðistund á Íslenska barnum. Gleðistundir alla daga milli 4 og 6. Íslenski barinn, Ingólfsstræti. Bjart er yfir Makklandi. Blikar Apple stjarna. Stjarnan mín og stjarnan þín. Apple allra barna. Var hún öllum makkverjum. Vegaljósið skæra. Jólagjöf þú finnur þar. Í Makkland ljúfa kæra. Súd.is. Ný og glæsileg fatavöfverslun fyrir hann og hana. Frí heimsendingum allt land til jóla. Súd.is. Horfur á landinu, gert er ráð fyrir talsverðið lottókomum með kvöldinu. 40 kúlur með köflum, dálítir eftirvænting og milljónir allt land. Leyfðu þér smá lottó. Við elskum gott grillbragð. Þess vegna notum við sérsmíðað róbotagrill sem gefur einstakt kolabragð á rifin og hamborgarana. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Lína Langsokkur og vinir hennar tendra ljósin á jólatrénu á laugardaginn 3:30. Kringlan af öllu hjarta. Túborg kynnir útgáfatónleikar Amabadama í Gamla bíói 50. 18. desember. Fossalamiða er hafin á miði.is. Ullarteppin sem iljað hér og þínum á hátíðaverði fram að jólum, Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Akkurat, það sem Kallinn sagði, þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er Steindi Djún, Egill Einars og Eiti Blö með þér á sem góð ágættisfösti. Já, þetta er ekki topp. Jú, frumsýningapartía því ágætti best. Já. Þetta var svona trikki. Herðu, ég væri til að fara í íslenskt slúður. Það er búið að sko vera að drítast inn tölvupóstar. Hrikalega mikið af þeim. Og sérstaklega þegar ég var frá í smá stund og svona. Og já, það var erfitt að velja úr. Ég viðurkenni það. Það má hækka eins í beddanum. Það er svo gaman að hafa svona músík. Það þurfti að vera erfitt að velja úr. Það er bara svoleiðis. Og ég er með 3 brakandi ferska móla. Reyndar allt karlmenn.
Allt kallmenn, Engin stelpa skipta sig? Nei, ég bara sá, sko, mér fannst eins og ég hef bara, nei, stelpunar eru nú Kallmenn eru líka svona oftar í því að drulla á sig Ég segi það, stelpunar eru nú aðeins klárar en við hljótum nú að geta viðurkennt það núna einn daginn, sko En, fyrsta slúðrið, það er á honum Nökkva Í áttunni? Kveikið það á einhverju? Akkurat, Nökkvi í áttunni Fílíku meistari Það kannast nú, sko, já, það kannast nú flesti við Nökkva í áttunni Hann nú alltaf í sjónvarpinu Þeir eru að verða hot shit Já, þeir eru daglega í sjónvarpinu Skemmtilegir strákar Já, virkilega hressir og fínir strákar En ekki margir vita, hann býr heima á mömmu svona pappa Það er ekkert af því, hvað er hann gamall? Já, hann er 27 Er hann 20? Nei 23? Já, Fjara? Nær því Nei, ég ætla ekki svona 22 Jú, 22 Hann er 94 ára Já, hann er að safna sig fyrir Hann er tvítur Já, hann er að safna sig fyrir íbúð Það er eðlilt að vera með mömmu, pappa og tvítur Já, ég var tvítur með mömmu í Frostafoldinu og horf á Jay Leno á 70 mínútur Já, við skulum, já, það er allt í lagi En Nökkvi er búin að vera, sko, hann er búin að vera að fikta við reykingar í dágóðan tíma Og mamma og pappi vita, sko Ég hef aldrei séð hann reykja Salem Lights Nei, sko, hann er að fikta á reykingar og mamma og pappi vita ekki af því Og mega alls ekki frétta Og á sko kvöldin þegar hann er komin sko svona upp í og þú veist hann er mikið heima hann Nökkvi hann er svona já hann var á brjósti alveg þar til hann var 8 ára sko hann er svona svolítið seitt sko hann er mjög heimakær og þannig að það er erfitt fyrir hann Hvað er þetta bara æskumilið kjáðan? Nei það er erfitt að hlaupa Það er á brjósti? Já, var alveg 8-9 ára gamall hann hætti á brjósti Hann var sko, hún finnst erfitt að hlaupa út að reykja sko hann er svolítið mikið heima og hann reykir út glugganinn í herbygginu sinu og þá nær hann yfirleitt í svona ryggsugu og setur hann í gang og blæs reykinn inn í hana þannig að fyllist ekkert að reyk, fattur þetta er svolítið sniðugt trikk hjá hann Ég er bara ennþá að reyna að ná úr hausnum að mér að vera á brjóstið alltaf að maður 9 ára Já, mér finnst það hálfókislegt sjálfum og lyktin hverfi og svona með ryggsugunni en nýlega var hann gripinn af mömmu sinni og var svona hálfur út í glugga bara með eina ískalda relli þegar hún kemur inn og fer alltaf bara í panik sko, hann og hann fyrir að segja, þú veist, að ég mamma eitthvað svona, vinnu minn á hennan pakka og þú veist, ég er að geyma þetta fyrir vinn minn og þetta, gamla trikki hún brjálaðist tekur á hennan pakka, þetta var svona Viceroy sígarettur máli skipt já, hún finnst þær bara helviti fínar hann tók smellurnar á honum og inn í eldhús og fór í gamla hús og leta hann reykja allan pakkan þá hann fengi ógeða sígarettur, það voru 16 sígarettur í pakkanum og svo var hann settur í straff og núna má hann ekki tala við vinni sína og ekki horfa á sjónvarpið að vera á internetinu Þetta er svakalegt Tóku fóreldrar hans og leta hann reykja heilan pakka bara Já, bara svona til að láta hann fá ógeð hann var alveg hvítur í framann og náttúrulega eins og ég segi, líka erfitt að svona feysa mjög erfitt að feysa mömmu sína með þetta því að þú veist, hann náttúrulega var á brjóstið svo lengi Já, sko, að feysa mömmu sína sterk tengsla milli þeirra Já, ég verð að viðurkenna það, ef ekki það ég veit þetta er algjört kjaftaðið, sko og þú ert að búa þetta til en ef þú verður ekki að búa þetta til þá þyrfti eitthvað aðeins að fara að endurskoða uppeldið þarna hjá honum Nökkva brjósti bara fram að sko næstu í fjölbraut og svo þeir látið reykja alltaf og hún er leiðin alltaf illa að vera að taka 16 Viceroy sígarettur í röð og það er alltaf rosalega sterk tengsla millir hans og mömmas hann alltaf hætta brjósti fyrir bara nokkurum árum sko 10 árum kannski Herðu, það var að næsta, það er Garðar Gunnlaugs Meistari Garðar Gunnlaugs, já, mikill meistari en hann er mættur aftur í skóla Hann er farin aftur á skólabekk Billy Madison stæl en það er frétt Nú okkur Billy, hvað ekki, í háskólan eða? Nei, sko, hann er að Bifröst reyndar Þetta er kannski ekki það mikill Billy Madison en það er frétt hérna á Vísi hann sé mættur í Bifröst og byrjar að læra og það, þú veist svo sem ekki frásögu fænandi nema hvað, það vita nú ekki margir hvernig fyrsti skóladagurinn var hjá hann sem var núna bara daginn En Garðar var beðin að standa upp og fyrir fram að bekkinn og kynna sig þótt að hafa nú kannski flesti vita hvernig hann væri tók náðingi Búrlandi seleb Veit allir hvernig Já, búin að vera mikið í fjölmiðlum og svona En það gengur nú ekki betur en það Hann flækist í einhverjum myndvarpa þarna einhverju snúru og festi sig við hann og festi sig á milli skrippbor þarna sem rýfur buxurnar hans einhvern veginn og það rifna bara utan á hann buxurnar bara af og hann var ekki í neinu nærbuxum þennan dag og sem er nú ekki frásögu færandi nema það að hafa með kokkring Æ, hætt Þú veist að fara til skólastjóðans
Það er ekki valtið, það alltaf allir í kringum með kokk. Ég er að fá það sem varst að læra. Alls ekki, ég er bara að fá þetta sent. Þetta svolítið að trenda, þetta kokk. Valtarri vinnum mikið með þetta. Garðar Gunnlaugs, einhver fleiri hot celebrity sem eru með kokkring. Ég er ekki að hlusta á þetta bulli. Nei, eins og ég segi, ég er náttúrulega bara það er náttúrulega bráðallum verulega við þetta. Hann fótt í skólastjóna, og beðin að taka hann af sér. Komdu með síðast að þú já, það var sem sagt, já, við erum komin í 3. móla, voðalega gengur þetta eitthvað hrætt í okkur. Heyrðu, það er árshátíð Töframanna sem var haldið með pompa og prakt núna síðustu helgi í heimahúsi í Kópavogi. Bítu. Nú þarf ég að... Hvað er það? Nú er ég stressaður. Akkurru? Af því að... Hvað gerist það? Nei, ég meina, þú veist, það var bara svaka stemmari. Þetta var bara heimahúsið í Kópavoginum, árshátíð Töframanna. Svakalegu stemmari, mikið drukkið og töfrað og bara svona algjör stemning. Mér finnst þú reyndir að vera rosalega oft með slúður af árshátíð Töframanna. Eru þeir með árshátíð bara 4-5 sinnum árið eða? Já, ég heldur sig að haldi í svona... Allir konir í jagarinn og... Já, þarna, það var mikið hann þarna. Þetta er náttúrulega, þeir voru komin í góðan feeling. Þetta er aðal árshátíðin. Þetta er svona einu svona ári. Hvað er hitt að búa vera? Ég veit ekki hvað var þátt múin að herra. Það var árshátíð Töframanna. Nei, það? Ert þú ekki að fara með... Nei, þú ert eitthvað að ruggla, en allt er verið árshátíð. Var þetta ekki bara eitthvað partí sem... Ég gæfi handlegg til að fá að fara í þessu árshátíð. Ég líka. Hversu gaman er að vera það? Og hvað gerist þarna? Hittast bara til töframenn landsins? Já, og sem er nú alltaf frásögufærandi, nema 2 ónafngreindir töframenn. Ónafngreindir, ok. Þeir eru þekktir. Það eru bara 2 þekktir töframenn. Nei, Hermann. Við skulum ekkert nafngreina neitt. Bjarni Töframaður, Einar Mikael. Það eru bara... Og litli rauðhari í talentinu. Já, heldur að Jón Arnór litli í talentinu hafi verið mættur á einhver árshátíð að fá sér jager. Auðvitað hún er búið árshátíðin. Finnst þið það er líklegt eða? Það má ekkert vera engin nöfn hérna. Nei, það er ekki nöfn. Nei, það er ekki það margir frægir. Ég er bara að telja, það er mjög mikið á töframönnum. Strákar mínir, þetta eru 2 ónafngreindir töframenn. Ok, alltaf nefn. Og ég geta, já, þeir eru blúsandi frægir töframenn. Mjög þekktir. Og ég get bara ekkert sagt hverjir þeir eru. Þeir voru orðnir alveg ofur ölvað þarna. Komnir í góðan jager, sko, Volgan. Og voru farnir að taka body shots af hvora öðrum og farnir að þeir voru farnir að búa til samlokur og svona snáðast bara. Þetta var svona bara svona með bara skinku og osti. Já, bara brauð. Já, þetta var svona náttúrdapartí. Ég held þetta var eitthvað partytrykk. Nei, þetta var svona gistallir. Töframenn. Gista er allir ásatíð saman. Þetta var svona sleepover ásatíð, sko. Mjög góð hugmynd. Já, flott hugmynd. En það voru svona flesti sofnaðir, svona réttar sagt víndauðir, sko. Svona 2-3 liti nóttina og svona. Nema þeir 2, þessir umrættu menn, sem er aldrei búið að tala um hvað þeir heita. Þeir voru miklum feeling, rosalegum feeling, voru að taka spilagaldra, voru að rista sér brauð þarna, voru að fara á stjá, og voru að rekja þeim svona, voru farin að snáðast. Og það var eitt töframaður sem var sofandi í sófanum, sko. Og þeir fara til hans, gerða niður hann og setja... Nei, okkur er þetta alltaf svona. Nei, þeir gerða niður hann og setja sólglerugu á tippið á hann. Þannig að það var þetta svona eins og kall með nef. Þú veist, fattu þið, settu sólglerun bara á sprellan og þá var þetta svona eins og kall með nef. Já, það er besta kamer í síðan. Og málega og þeir voru svona snáðast, sko. Þeir voru bara að hlæja. Hver er svona? En svo, þeir voru svona kvíslast og gæði vaknar ekki, hann vaknar ekki. Þannig þá fóru þeir að klípi nefið og snúa upp á Hættu þessu. Já, glæsilegt. Þetta var engin nöfn á þessu. Nei, flott hér. Þetta var íslensk slúður hér í FM 95 Blöð og þetta veist það. Var þetta ekki bara fest? Ég spyr þig. Mér fannst þetta bara að vera ágætt. Já, segir mig þá. Kæru hlustendur, það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið er. FM 95 Blöð, jólin. Kom út fyrir 2 árum síðan. Þetta verður ekki þreytt, þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er hressandi. Það er þetta bara að spila um jólin. Það er rétt. Já, og hressandi lag þarna á ferðinni. En málega Blöð, þetta er svona rock'n'roll. Ég er að fara að gera fyrsta techno-dans jólalagið sem gert hefur verið in the world. Hvað þá, DJ Muscleboy eða? Rétt. Þriðja lag Muscleboy og Stop It Go er að detta inn eftir viku hér í FM 95 Blöð. Ég frumflutta
right here. Þetta eru stóra fréttir. Herru, hvað hérna getur þú gefa okkur eitthvað tís? Hvernig Sko, þetta hafið þið heyrt lagið Last Christmas? Já. Hver hefur ekki heyrt það? Hvað einasta mannsbarn? Christmas, I gave you my heart very next day. Ég keiri það svolítið svona remix feelingur af því. Síðan keiri Þarf það ekki að fá leyfið þá frá King George Michael? Nei, George Michael getur sendt rímilega og eitthvað byrjaður, en hann er eitthvað klósettur upptökin sko. Stop it go, gera þetta allt upp og nýtt. Nei, hann er að ég skil einhver salerni að fýblast. Já, alltaf að gera niður þessu okkur salernum okkur. Ekkert alltaf. Það sem eru glory hole. Já. Það er bara fettis sjálf. Það er enda strákar, eru þið með eitthvað svona glory hole fettis? Eru við með? Hvað meinur þau? Heldur þið séum að fara bara inn á okkur herbyggi bara og er glory hole þetta? Já, ég ætla að nota klósinu í liðinu. Það er kannski meira að tala um þú ert að horfa á eitthvað netinu og svona. Nei, látt ekki svona. Ert þú að googla glory hole-ina? Nei, ég er ekki að, já, ég er að googla glory hole. Þú veist, hvert ferðu? Hvert fer ég? Ég var bara að spyrja ykkur. Ég er ekkert í glory hole. Hvert ferðu til að horfa á það? Á hvað síðu horfur á glory hole? Já, það er krakkar að hlusta. En séum að fólk ekki glema því að Stonefucker er að spila sinn fyrsta þátt er í malt niður með það. Já, svona nokkurn veginn. Já, þú basically að spila þinn fyrsta þátt á sunnudaginn og Stöð 2. Ég sem ekki spila. Hvað segir það? Sína sem fyrsta. Ég gerði samt spila. Algjörlega. Ertu að spila þáttinn? Nei. Þú ítir á play, þannig átt að spila þáttinn næsta sunnudag. Já, núna sunnudaginn klukkan 10:09 fyrsti þáttur. þáttur. Eru plöggkotna FM 9? Já, nú ætlum við að plugga maður. Alveg. Nei, Hreinn Skjöldur fyrsti þáttur á sunnudaginn. Ég er hrikalega spenntur. Maður líka alltaf með svona þið hefur nú báðir verið að frumsýna seríu og svona áður, þegar maður er alltaf með saman hnútin. Já, hrikalega gaman, það er hnútur í maganum og svona, þú veist, og hérna, og allir spenntir, sko. Var ég búin að segja eitthvað frá þessa seríu? Já, þú varst að segja okkur eitthvað, já, veitu hvað gerist í henni, skilur við? Nei. Sko, ég verð að segja ykkur aðeins, það er í einu þætti, þá eru við nýbúin að þjóðhátíð og við nennum ekki einhvern meginn heim, þú veist, það er eina sem býður mann sér ykkur vinna og eitthvað svona raunveruleikin, fattir, nýbúin að vera á þjóðhátíð og svo leiðis. Reynda þegar ég er á leiðinu heim á þjóðhátíð, þá vil ég hvergi annars að vera heima. Ég er reyndar eins, en það eru til svona Herjólfsdólgar sem vilja vera áfram, partía hard, og það er það sem Hreinn Skjöldur vill gera og hann ákveður að það er bara einn skipstjóri sem er að sigla bátunum og það er ykkur 2 starfsmenn í sjoppunni, hann ákveður ásamt öðrum dömurum að taka yfir bátinn og sigla til Ibiza. Jöfnveldur ánaði með það er ekki þáttunni sem er á mánudaginn. Nei, það er ekki þáttunni. Blonde Ale er á sunnudaginn. Já, ég er með þess að pínu stressaður. Ég hef ekki leikið bara síðan í ríkinu eftir utan sveppaminnar. Allir sem að sé þetta sé good shit og ekki að stressa sko, málið það Hvati sem þú varst í ríkinu, góðsagnakend persóna, ger ekkert lítið úr því, en Ægir Kjellstedt sem þú leikur núna í hreinum skildi á sunnudaginn, hann er að fara að jarðan, það er bara hann. Það er ekkert annað. En já, svo í Ibiza, hvað fleira? Svo fer aftur í skóla? Ég fer ég þarf að fara undercover í Hagaskóla. Ég í öðrum þætti með bóðið á neðanjarðar átkeppni, svona underground kappátsmót, af því að kemur í ljósa ég get getið endalust. Og þar er Þorsteinn Guðmundsson sem heldur mótið. Virkilega skemmtilegt. Það er endalust, sko. Það er náttúrulega í fyrsta þætti, þá þarf ég að tekla samtökin. Já, AA-samtökin. AA-samtökin. Leggur jagarinn frá þeirra? Ég legg jagarinn. Hann leggur límið. Já, límið. Já, og svo eru eitt þáttur sem gerist til dæmis fordóma, fjallar eðlufólk og fleira. Það sem vinur okkar Sveppi Krull fyrir á kostum. Það er veisla framöndan. Það er veisla framöndan, en ég er bara svona í lokin, drengir. Það er bara komið á lokum minni. Hvað er það að gera helgina fyrir utan að horfa á hreinan Skjöld á sunnudaginn? Ég hugsa, strákar, að maður taki nú bara svona frekar róla helgina. Já, einmitt. Þú ert all in í kvöld. Já, ég fæ mig kannski nokkra í kvöld. Af hverju segir þú nokkar? Þú varst að segja mér rétt án og þú ætlaði að vera ógeðslur í kvöld. Svo segir þú hlustendur, ég ætla að fá mig nokkar. Ég held ég að nú ekki nota orðið ógeðslur. En jú, ég gæti Gætirðu hvað? Nei, ok, hvað vilt að ég afsaki bara hegður mína fyrirfram fyrir kvöldinu? Nei, af hverju segir ekki, þú ert bara með frumsýningapartí og ætlar all in? Já, ég ætla að fá mér í kvöld. Það er að hreinskilin. Smá vesen, sko, ég þarf að eyða mest allar helgin í að taka upp myndband og stórkostlega lag sem ég er að gefa þetta viku, sko. Já, hörru, það er verið að fara að skjóta tónlistavídeó. Já. Það verður að vera vídeo með. Það er bara þannig. Já, það fylgir þessu. Sér fæði ég með kannski eitt skítgalla líka. Eitt skítgallan, já. Ég vona að þið eigi góða helgi, kæru hlustendur. Við þökkum æðislega fyrir hlustunin í dag og við verðum mættir hér allir 3 aftur næsta föstudag. Nú erum við bara komnir í gamla góða
Rólið, félagarnir og við ætlum að við erum með nýjan lið sem við ætlum að prófa í næstu viku. Já, herðu, segðu mér og ætlir að spila og enda þáttin á jólalagi. Nei, ég er náttúrulega með áskorun frá 7. verkfræði og tæknifræðinemum sem voru að klára próf. Hefur það hendi eitt svona fyrir það? Já. Eitt svona, til aðmyggjum. Áskorun frá 7. verkfræði, 6 verkfræði. Þau voru að klára próf. Þau vildu þetta hérna lag á leiðinni heim og ef að þetta keyrir þetta lið ekki í gang. Í dag er föstudagur og bátur dagsins á Subway er Subway Club á 549 krónur. Þunnskórinn kalkúnspringa, lungamjúkt rósbíf á samt ljúffengri skinku og ekki nema 240 kaloríur. Subway, ferskleiki er okkar bragð. Brumbari komið úr fríinu og tók með risaskjái, PlayStation 4 og svo með tilboð sem allir virða. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. Jeppadekk í miklu úrvali frá BF Goodrich, Toyo, Maxxis og Interstate. Bílabúð Benna og Nestek. Skemmtun í hæsta gæðaflokki. Where you gonna be? Right here. Keep it right here.